Heyrðu, við byrja kannski fyrst bara að þekkja náttúrulega margir söguna en ef þú myndir kannski samt segja okkur svona hindranirnar og hvað var erfiðast við að koma að þessa stað í byrjun? Quiz Up þá eða, já. Já, sagan náttúrulega búið að segja nokkur sinnum og þetta svona klassísk saga held ég á svona sprotafyrirtæki sem byrjar að reyna eitthvað eitt og það gengur ekki nógu vel og einhvern veginn svona þegar maður stendur andspænis bara algjöru glötun og gjaldþroti að þá kikkar eitthvað inn sem virkar og það var sannarlega sagan hjá okkur að við fyrirtækið Plain Vanilla stofnað fyrir hvað að verða 5 ár bráðum. Það ótrúlegt hvað það sá tími hefur liðið hratt og við byrjuðum allt aðra vöru sem var barnaleikur sem heit Mookies og eyddum mjög mikill orku og kraft í að gera hann og vorum alveg fullvissir að það verði það sem myndi slá í gegn og svo þegar við gáum hann út þá uppgötvuðum við hvað við vissum lítið í þessum feiki erfiða markaði sem þessi markaður og vorum eiginlega bara komnir á hausinn. Það gekk ekki neitt með þá vöru. Þannig að eftir það að þá litur hlutir frekar illa út og við vorum svona við það að gefast upp. Þá kemur hugmyndin Quiz Up og það geta tengt saman fólk í rauntíma í gegnum áhugamál og annað. Og langerfiðasta þegar sú hugmynd var komin og við vorum orðin heldum að þetta væri allt sem hinn leikurinn hefði ekki verið að það var bara að fá fjármagn og fjármagn ennþá þrátt fyrir að sem betur fer lítur þetta aðeins betur út núna síðustu misseri á Íslandi og þessar frumkvöðla sjóði sem verða að stofna að þá samt erfitt að fá fjármagn fyrir frumkvöðla og sérstaklega erfitt og það kannski sem pínu að ef þú ert frumkvöðull sem hefur mistekist og hefur kannski farið að stíga á hausinn og komið með vöru sem virkaði ekki eins og var dæmi hjá okkur að þá var bara ekki séns að fá fjármagn af því að það er mjög svona ákveðin dómharka að mér finnst í íslenska kerfinu þegar kemur að fólki sem hefur reynt eitthvað og mistekist og það svolítið öðruvísi attitude úti til dæmis það sem sterkari frumkvöðla menning að oftast þurfa menn að reyna nokkru sinnum og fara nokkru sinnum á hausinn að þeir hitta naglann á höfuðið og kerfið þarf svolítið að taka tillit til þess. Manstu á hvaða punkti þér leið þannig að nú væru hlutirnir að fara að ganga upp hjá okkur? Ég einhvern veginn er mjög heppinn hvað einn hlut varðar að ég mjög bjartsýnn og mikla trú á því sem ég var að gera og ég man eftir mjög mörgum punktum þar sem ég var alveg bara nú þetta algjörlega að ganga upp og því ég horfa á það eftir á að þá var þetta ekki rétti staðurinn til þess að fagna og ég fagnaði örugglega oft allt of snemma en ég man bara að þegar við fáum hugmyndunum Quiz Up að þá var ég bara næstu strax vissum að þetta myndi ganga vel og maður þarf svolítið að vera það oftast þetta bara í einhverju blindni að því að maður þú veist til þess að halda áfram svona mikið og vinna svona mikið í svo þarf maður að hafa trú á hugmyndinni og ég man að þegar við förum út til San Francisco og við tökum að það ráða í staðinn fyrir að reyna að fá peninga inn hérna á Íslandi að þá fer ég út og reyna að fá fjármagn úti og ég man þegar fyrsti fjárfestirinn þar ákveður að setja pening í okkur að það var alveg svona fyrsta mómentið að sem var bara þú veist, þeir hérna úti, þessir stóru kallar, þeir trúa á það sem við erum að gera. Af hverju annars ættu þeir að láta okkur hafa sín eigin pening til þess að gera eitthvað svona. Og svo eftir það hafa verið náttúrulega ótrúlega mörg móment sem maður fær einhverja endurvissu það að við séum að gera réttar hlutin og það endaði náttúrulega með því að við gáum út leikinn og markaðurinn tók honum alveg gríðarlega vel. Nú eru þið konum með töluvert margar starfsmenn og gengur vel, en margir spyrja þessi tekjumódelið á bakvið svona fyrirtæki. Hvaðan koma tekjurnar? Við erum ekki að skila neinum hagnaði og það kannski heldur ekki alveg á planinu, eða var ekki á planinu. Við erum, okkar, það sem við erum að gera núna það að við erum að búa til samfélagsmiðl sem gengur út á það að tengja saman fólk í gegnum mismunandi áhugamál
og nota spurningaleiki sem svona icebreaker eða svona leið til þess að láta fólk byrja að tala saman sem þekkist ekki fyrr. Og þannig að það sem við erum í rauninni höfum verið að gera er að byggja upp notendabasa og læra að þekkja okkar notendur. Og við munum síðan reyna að koma með nýja tegundir af auglýsingum inn í appið, inn í plattformið, alveg sem við höfum verið að gera með því að vinna þetta, ég veit ekki hvað íslenska orðið yfir þetta er hérna native advertising, sem sem sagt hérna að við vinnum með stórum merkjum að kosta og koma að hérna topics eða sem sagt hérna áhugamálum inn í leikinn og ná þannig til notenda sem auglýsendur. Og við höfum verið að leggja meira og meira áherslu á þetta og verðum á næstu misserum munum við ganga skrefinu lengra hvað þetta varðar og við bara hlökkum mjög mikið til. En þetta módel, við fáum þessa spurningu mjög oft og það er mjög skiljanlegt af því að þetta er ekki svona viðgengin venja á Íslandi að fyrirtæki geti stækkað svona mikið án þess að vera með tekjur sem standa alveg undir því. En þetta er leið sem mörg stór fyrirtæki sem maður þekkir nú til dags hafa farið. Þar var allir með nefna Facebook, Instagram og Twitter sem höfðu nær engar tekjur fyrstu árin í sínu vexti. Og ég er ekki að segja það að við munum fylgja nákvæmlega þeirra vaxtarkurvu, en við erum að reyna að fara sama módel og hver veit hvernig það munir ganga. Nú er þetta væntanlega í stöðugri þróun hjá okkur og þau eru alltaf að vera á tánum. Ef þú myndir nefna bara í lokin eitthvað eitt svona sem er kannski spennandi við það sem er að gerast hjá okkur akkurat núna? Já, það sem gerðist, við gáum út alltaf stóra útgáfu af QuizUp núna fyrir bara rúmum mánuði síðan, í lok maí. Þar sem við lögðum talsvert meiri áherslu á samfélagshlutann í QuizUp heldur en áður. Og núna QuizUp hefur alltaf verið mjög sósíal. Það er fullt af fólki sem hefur hist á QuizUp og gift sig bara því að það hittist í gegnum sín sameiginlegu áhugamál og við reyndum í okkar nýjustu útgáfu að breyta svolítið mikið til og gera fólki auðveldir að hitta nýtt fólk í gegnum QuizUp. Og þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel og sérstaklega svona sömu mörkuðum eins og þetta er nú verið eitthvað í fréttum í Frakklandi. Núna erum við vinsælasta appið í Frakklandi og við erum bara að sjá að fólk og frakkar er að nota QuizUp í staðinn fyrir dating hérna upp og það er, ef þú fer inn á Twitter og leitar eftir QuizUp og það er bara, þú veist, tugir tvíta á mínútu þar sem fólk er bara, þetta er nýja Tinderið og það er bara ótrúlega gaman að sjá hvernig einhver svona markaður, svo Frakkland sem er hansi stór markaður, bara hvernig þetta tekur á flug á slíku markaði. Og vonandi það náum við að endurgera það á öðru mörkuðum. En það sem er spennandi framundan er að þess að ég segi, við erum öll, þetta snýst allt að áhugamál fólks og hingað til að við verðum með mjög stórt teymi sem er að taka á móti efni og spurningum frá fólki út allan heim til þess að setja inn í leikinn. En það sem er spennandi að gerast núna er það að við erum að vinna í því að gera notendum okkar auðveldara að stofna sín eigin viðfangsefni og koma með og búa til meira efni sjálfur án okkar milligöngu. Og ég er mjög spenntur fyrir því að ef þú ert með mikið af notendum og þú gefur þeim meira vald til þess að skapa einhvern, að þá fara þeir að gera alls konar hluti sem þú kannski hafðir aldrei hugmyndum að fólk myndi nota plattformið í og þannig nærðu raunverulegum organískum vexti á fyrirbæri eins og QuizUp er.